Góðan daginn, virkar þetta? Það heyrist í mér? Já, glæsilegt. Komið þið sæl, gaman að sjá ykkur svona mörg mætt hér á þennan viðburð. Snorri Sigurðsson heiti ég og formaður stýrihóps sem umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið skipaði fyrir nokkuð síðan til að vinna hvítbók stefnu Íslands líffræðilega fjölbreytni. Og á fundinum í dag munum við segja frá þessari vinnu, forsendum hennar og lykil viðfangsefnum. En það stefnir síðan í að vinnunum mun ljúka eftir nokkra mánuði og þá auðvitað verða tíðindi af niðurstöðu þeirra vinnu. En við töldum mikilvægt að fá tækifæri til að greina aðeins frá þessari mikilvægu vinnu. Dagskráin verður með því sniði að eftir þessi örstuttu upphafsorð mín ætla ég að bjóða umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Jóhann Páll Jóhannsson velkominn til að flytja stutt erindi og síðan mun ég koma aftur í pontu og halda töluvert lengra erindi til að fara yfir þessa vinnu og í lokinu verður síðan tækifæri til að spyrja spurninga. Og kaffiveitingar eru hér frammi og einhver hann og þegar fengið sér en það verður að bíða okkar líka að fundi loknum. Og við svona reiknum með að þessu verður lokið fyrir klukkan 11, þannig að þetta mun ekki taka of langan tíma. Þessu streymt og ég vona að það séu einhver að fylgjast með á streyminu, en þar fyrir utan verður hægt að sjá upptöku af viðburðunum á vef Stjórnarráðsins. En ég ætla þá að bjóða umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Jóhann Páll að koma í pontu. Gjörðu svo vel. Kæru gestir, gaman að sjá ykkur svona mörg hér í dag. Að standa vörð líffræðilega fjölbreytni eitt af stærstu viðfangsefnum umhverfismála í dag, eins og þið þekkið. Og mikilvægi þess, vitundin mikilvægi þess fer stöðugt vaxandi allan heim. Og þetta sérstakt áherslumál í stefnuyfirlýsingu nýrrar ríkisstjórnar. Við ætlum að vernda og efla líffræðilega fjölbreytni, styrkja stöðu málaflokksins hér á landi, halda áfram þeim verkefnum sem þegar eru komin af stað og stíga enn stærri skref, taka áríðandi verkefnir varða líffræðilega fjölbreytni á Íslandi föstum tökum. Að móta heildstæða og markvissa stefnu lykilskref á þeirri vegferð og nauðsynlegt til þess að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar sem við höfum undirgengist og stýrihópur sem hefur það verkefni að móta þessa stefnu, skilgreina markmið og benda á nauðsynlegar aðgerðir, vinnur nú að gerð hvítbókar sem vonandi verður tilbúin í sumar. Það var orðið löngu tímabært að greina betur frá þessari vinnu, opinberlega, og þess vegna boðum við til þessa fundar í dag. Nú, eins og þið vitið þá snertir líffræðileg fjölbreytni lífríkið í öllum sínum birtingamyndum, vistkerfi, tegundir, erfðabreytileika, flókið samspil ýmissa þátta sem erfitt getur verið að henda reiður á, en það sem kannski skiptir mestu máli að maðurinn lifir og hrærist í þessu lífríki, hann markast af því og hefur áhrif á það. Við erum hluti af lífríkinu, við erum háð því, en við höfum líka mjög mikil áhrif á stöðu þess og framtíð. Við byggjum okkar velsæld, lífsgæði, heilsu og hagvöxt á því að líffræðileg fjölbreytni fái þrifist, að vistkerfin standi sterk, sé í góðu jafnvægi og að virkni þeirra sé stöðug. Það undirstaða fyrir margvíslega þjónustu, ef það mannmiðaða orð notað, sem við reiðum okkur á. Hreint vatn, hreint loft, jarðvegur til ræktunar, fæða, margvísleg hráefni fyrir iðnað. Líffræðileg fjölbreytni liggur öllu þessu til grundvallar, en það fleira, heilbrigð vistkerfi verji okkur líka fyrir ýmsum áföllum, náttúruhamförum, farsóttum og fleira og skapa þannig mikilvæga uppsprettu samneytis við náttúru sem grundvöllur menningar, listar, ferðaþjónustu og ekki síst andlegrar og líkamlegrar heilsu okkar allra. Einstakar lífverutegundir, dýr, plöntur, sveppir, örverur, allar skipta þær máli í þessu samhengi, tengsl þeirra og sess í vistkerfi mynda saman stóra heild og fjölbreytni tegunda undirstaða aðlögunar sem felur líka í sér margvísleg tækifæri.
Ef líffræðileg fjölbreytni rýrnar og aðlögunarfærni lífríkisins minnkar, þá grefur það undan lífsskilyrðum og framtíð mannsins. Og því miður þá stöndum við frammi fyrir því að líffræðilegri fjölbreytni hefur hnignað hratt á heimsvísu. Þetta er óumdeilt. Fjölmargar rannsóknir sýna fram á mikinn samdrátt í líffræðilegri fjölbreytni. Vistkerfum er raskað, búsvæði tegunda skreppa saman, stofnar minnka, tegundum í útrýmingarhættu fjölgar. Tölfræðin endurspeglar þetta og mynstrið er allstaðar svipað. Hnignun líffræðilegrar fjölbreytni og hrun vistkerfa hefur ítrekað undanfarin ár verið metin meðal stærstu áhættu þátta sem heimurinn stendur frammi fyrir hjá Alþjóða efnahagsráðinu, World Economic Forum, þegar horft er til 10 ára fram í tímann. Og samaskapi er þessi ógn ekki metin eins hátt þegar horft er til skamstíma, hún er ekki metin eins hátt til skamstíma og nær ekki á topp 10 lista fyrir næstu 2 árin, en sannarlega fyrir næstu 10 árin og reyndar er það þannig að fæstar umhverfisógnar ná þarna inn næstu 2 árin þrátt fyrir að vera alls ráðandi á 10 ára listanum og við verðum að horfa til langstíma. Það er áskorun að takast á við langtíma ógnir og ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur hefur langtíma sýn fyrir Ísland. Við höfum framtíðarsýn það hvernig við hlúum betur að lífríki landsins, verndum það sem er verðmætt og sérstakt, endurheimtum röskuð vistkerfi og tryggjum hér sjálfbæra nýtingu. Og á Íslandi stöndum við frammi fyrir þessum sömu áskorunum og öll heimsbyggðin stendur frammi fyrir. En við erum líka heppin því hér á landi er víða að finna lítt snortna náttúru þar sem líffræðileg fjölbreytni fær að dafna. Sérstaða okkar felst ekkert endilega í mikilli tegundafjölbreytni, heldur í því að hér erum við með vistkerfi sem hafa mótast og þróast með þeim virku ferlum sem einkenna landið okkar, með jarðskjálftunum og eldvirkninni allri, með jöklunum, með veðrinu. Og staðsetning okkar út í miðju Atlantshafi gerir okkur að mikilvægum dvalar og viðkomustað fuglastofna og í hafinu mætast hlýir og kaldir hafstraumar sem skapa aðstæður fyrir auðugt og fjölbreytt sjávarlífríki. Auðlindir náttúrunnar hafa haldið í okkur lífinu frá landnámi og eru enn í dag grundvöllur velmegunar okkar. En náttúran hefur líka látið á sjá og á Íslandi finnast mikið röskuð vistkerfi sem nauðsynlegt er að koma í betra horf. Vaxandi ásókn er í auðlindir og landrými fyrir margvíslegar athafnir og þessu fylgir álag á lífríki og viðkvæm vistkerfi sem brýnt er að lágmarka eins og kostur er. Það er því að mörgu að hyggja við mótun nýrrar stefnu líffræðilega fjölbreytni. Þurfum að huga að helstu ógnum sem steðja að líffræðilegri fjölbreytni og hvernig megi bregðast við þeim. Hér erum við að tala mengun, framandi ágengar tegundir, eyðingu búsvæða, ofnýtingu, áhrif loftslagsbreytinga og svo margt fleira. Hvernig verjum við líffræðilega fjölbreytni fyrir þessum hættum? Þetta eru stóra spurningar sem stýrihópurinn er að leggja drög að því að svara og þetta eru verkefni sem margir þurfa að koma að, í raun allt samfélagið og þá þarf að skoða sérstaklega samlegð og mögulega árekstra við aðra málaflokka, önnur markmið. Við þurfum að skoða þetta í samhengi við orkumálin, við loftslagsmálin og svona mætti lengi telja. Stefna Íslands mun byggja á góðum grunni alþjóðlegra samþykkta. Þar vegur þyngst nýtt samkomulag samnings Sameinuðu þjóðanna líffræðilega fjölbreytni sem samþykkt var á COP-fundinum í Montreal 2022. Þar eru skilgreind lykilmarkmið til að ná árangri í að vernda betur líffræðilega fjölbreytni á heimsvísu og helstu leiðir sem nauðsynlegt er að fara til að ná árangri. Og Íslandi ber að fylgja bestu getu eftir því samkomulagi og það er mikilvægur vegvísir þessarar stefnumótunar. Og ég veit að Snorri Sigurðsson mun fara betur yfir þetta í erindi sínu hér á eftir. Vísindaleg þekking og rýni er grundvöllur þess að taka betur utan þennan málaflokk, efla hann og styrkja
og eins og ég kom að áðan þá leggur ný ríkisstjórn áherslu á líffræðilega fjölbreytni í sinni stefnu yfirlýsingu og mér fannst mikilvægt að taka strax ákveðin skref til þess að sýna að okkur alvara í þessum efnum og þess vegna ákvað ég núna í vikunni að setja af stað vinnu í umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu sem miðar að því að Ísland verði fullgildur aðili að IPBES sem milliríkja vettvangur vísinda- og stefnumótunar líffræðilega fjölbreytni og vistkerfisþjónustu. Þetta vettvangur 147 ríkja vernd og sjálfbæra nýtingu lífríkis sem hefur alþjóðasamninginn líffræðilega fjölbreytni að leiðarljósi. Þessi vettvangur að sumu leyti sambærilegur IPCC á sviði loftslagsmála fyrir þau sem þekkja þann samning eða þann vettvang og starfsemi IPBES stýrt af aðildarþjóðum sem hafa þar tækifæri til þess að leggja línurnar og tryggja aðkomu sinna sérfræðinga að lykilverkefnum sem snerta líffræðilega fjölbreytni. Ísland hefur hingað til aðeins verið áheyrnaraðili að þessum vettvangi en með fullri aðild skapast tækifæri til að styrkja framlag Íslands á alþjóðavettvangi og koma íslenskum áherslum betur á dagskrá, meðal annars þegar kemur að málefnum norðurslóða. Og með þátttökunni gefst okkur líka tækifæri til þess að efla sess líffræðilegrar fjölbreytni í íslenskri stjórnsýslu með aðstoð þessa baklands sem IPBES mun færa okkur. Og ég held að þetta fari mjög vel saman við þessa stefnumótun sem framundan á sviði líffræðilegrar fjölbreytni og geti hjálpað okkur einmitt að ná betri árangri á næstu árum í þessum viðfangsefnum sem eru brýnust hérlendis. Ísland hefur tækifæri til þess að gera betur og vera leiðandi í verndun líffræðilegrar fjölbreytni á heimsvísu. Við höfum góða reynslu af sjálfbærri nýtingu okkar af líffræðilegum auðlindum hafsins meðal annars og að treysta á vísindalega þekkingu til að styrkja ákvarðanatöku. Við erum þekkingarsamfélag og í því samhengi mun aðild að IPBES, þeim mikilvæga vísindavettvangi, styrkja okkur enn frekar. Stefnumótunarvinnan sem nú stendur yfir og verður kynnt betur hér á eftir gríðarlega mikilvæg og ég hef mikla trú á því fólki sem situr í þessum stýrihópi og á kafi í þessari vinnu, sérlega vel mannaður hópur. Og nú ætla ég að biðja hann Snorra Sigurðsson, sviðsstjóra hjá Náttúrufræðistofnun, sem fer fyrir þessari vinnu, að koma og segja okkur nánar frá þessu öllu saman. Takk fyrir. Það ekki ráðherra. Það til að byrja á því að segja virkilega ánægjuleg tíðindi með formlega aðild okkar IPBES. Það mun reynast okkur heilladrjúgt í samferður En já, þá ætla ég að veita hérna dýpri innsýn inn í þetta viðfangsefni allt saman og þá vinnu sem nú í gangi. Pínu óþægur hérna. Ég hef nú haldið allmörg erindin líffræðilega fjölbreytni og yfirleitt gott að byrja á einni svona glæru þar sem við útskýrum þetta hugtak, því að þetta hugtak vissulega tæknilegt og fræðilegt og þar af leiðandi vefst fyrir fólki. Það bara ekkert af því að viðurkenna það. En eins og ráðherra nefndi þá erum við auðvitað að ræða hér lífríkið í öllum sínum birtingamyndum. Við erum að tala fjölbreytileika tegunda, allra mögulega lífverahópa, en einnig breytileika milli einstaklinga sömu tegundar. Við erum að tala erfðabreytileika og vistfræðilegan breytileika. En síðan samspil þessara lífvera við náttúruna sem eru vistkerfin. Og þetta því augljóslega mjög viðamikið viðfangsefni sem ræðir. Og eins og ráðherra minntist líka á þá kjarni málsins hvernig við maðurinn og okkar hagsmunir og gildi eru samtvinnuð þessari líffræðilegu fjölbreytni. Nú, en að stefnumótunarvinnunni. Þetta einungis í annað sinn sem Ísland vinnur að gerð stefnu líffræðilega fjölbreytni. En fyrsta og þar af leiðandi síðasta stefna sem var gefin út var árið 2008, þannig að nokkuð liðið síðan. Stefnumótunarvinnan sem í gangi, hún fylgir hinu hefðbundna ferli stjórnarráðsins þegar kemur að stefnumótun, þar sem unnin grænbók sem undanfari en stefnan sjálf síðan útfærð í hvítbók
sem eftir kynningar og samráðsferli endanlega unnin og samþykkt sem stefna stjórnvalda. Þetta ferli hafið fyrir nokkru síðan, í rauninni hófst árið 2020 þegar skipaður var stýrihópur sem annar stýrihópur heldur en sá sem að störfum núna og það var stýrihópur sem vann grænbókina, sem sagt fyrsta skrefið í ferlinu. Og grænbókin, eins og grænbókir jafnan gera, felur í sér stöðumat á málefninu, fjallar þróun og þekkingu og helstu viðfangsefni og leggur línurnar fyrir vinnu hvítbókar. Þessi vinna kláraðist árið 2022 þegar grænbókin var kynnt í opnu samráði og hún auðvitað aðgengileg öllum til að kynna sér og hvet ykkur til að gera það, hún mjög ítarleg og vönduð. Það bárust allmargar umsagnir frá almenningi, stofnunum, félagasamtökum sem hafa reynst dýrmætt fóður og eru dýrmætt fóður fyrir þá vinnu sem nú í gangi. En grænbókin sannarlega ætlað og hefur reynst mjög mikilvæg undirstaða fyrir gerð sjálfrar stefnunar. Síðan fyrir rétt rúmu ári síðan þá hélt þessi vinna áfram þegar skipað var nýr stýrihópur til að vinna hvítbókina. Ég hef verið formaður stýrihópsins frá því í ágúst í fyrra. Það hafa orðið örlitlar mannabreytingar í honum frá því að hann var formaður en hér sjáum við nöfnin á þeim aðilum sem sitja núna. Ég sammála ráðherra að þetta góður hópur af fólki sem hefur unnið mjög vel saman hingað til. Og ég vil sérstaklega vekja athygli á því að það var lagt út frá því við skipun stýrihópsins að hann endurspeglaði þá breidd málefna og sjónarmiða sem stefnan í raun krefst að séu rýnd. Með því að vera samsettur af fulltrúum margra mismunandi ráðuneyta, einnig fulltrúa sjónarmiða sveitarfélaga og fleiri. Þannig að við sjáum hér þennan góða hóp. Stýrihópurinn hefur það meginmarkmið að móta stefnu og aðgerðaáætlun fyrir líffræðilega fjölbreytni á Íslandi, byggja það á stöðu þekkingar á því sviði hér á landi og skilgreina nauðsynlegar aðgerðir til að draga úr og helst koma í veg fyrir þá hnignun á líffræðilegri fjölbreytni sem við horfum upp á til staðar. Lykilatriði í þessari stefnumótunarvinnunni, eins og ráðherra kom inn á, að samræma við áherslur alþjóðasamninga og þar sérstaklega þetta nýja samkomulag samning Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni, hið svokallaða Kunming-Montreal samkomulag sem á ensku heitir Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework og yfirleitt skammstafið GBF, þannig að það sú skammstofun sem mun dúkka hér upp í erindinu mínu áfram á eftir. Og ég mun útskýra það betur, rétt á eftir. Síðan skal stefnan hafa breiða skírskotun inn í önnur málefnasvið eins og við á og vera samþætt við aðrar tengdar stefnur stjórnvalda. Og stýrihópnum ætlað að skila drög að hvítbók sem inniheldur stefnuna með markmiðum til 2030 sem á aðgerðaáætlun og skipunartími stýrihópsins til 1. júní 2025, þannig að það tímalínu sem við miðum við varðandi það. Ég ætla aðeins að segja ykkur betur frá þessu GBF samkomulagi sem mjög áhugavert og skiptir okkur miklu máli. Það á þetta rætur sína rekja til samnings Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni og rauninni öll aðkoma okkar hér á landi að þessu málefni hefur rauninni mótast í kringum það skref sem var tekið þegar þessi samningur var stofnaður á heimsráðstefnum umhverfi og þróun í Rio de Janeiro árið 1992, þeim merka fundi. Ísland undirritaði samningin á þeirri ráðstefnu og gekk hann svo í gildi hér í landi árið 1994. Og kjarnamarkmið samningsins þessi þrjú sem koma fram á glærunni að vernda líffræðilega fjölbreytni, að stuðla að sjálfbærri nýtingu hennar og tryggja ráðstöfunarrétt ríkja yfir erfðaefni sínu og skiptingu hagnaðar af nýtingu þess. Og þetta þriðja atriði kannski hljómar svona ókunnulega fyrir marga, en þetta mjög mikið lykilatriði í þessum samningi og svona ákveðið réttlætismál líka þegar kemur að hvernig hagnaður af nýtingu lífrænna auðlinda, hvernig honum skipt. Ísland eins og öðrum aðildarþjóðum ætlað að innleiða og fylgja eftir almennum markmiðum samningsins, en einnig eru reglulega samþykktar tímabundnar stefnur eða samkomulög og GBF samkomulagið einmitt það nýjasta sem var samþykkt á 15. aðildarfundi samningsins 2022 og því samkomulagi ætlað að hvetja, virkja og knýja fram tafarlausar og umbreytandi aðgerðir af hálfu stjórnvalda aðildarþjóða. Þetta svona hefur verið metin nokkuð metnaðarfullri
nálgun heldur en í kannski fyrri stefnum samningsins. Til þess þarf þátttöku alls samfélagsins, það lykilatriði, til að ná árangri við að stöðva og helst snúa við þessu tapi á líffræðilegri fjölbreytni. Samkomulagið felur í sér 4 leiðarljós að snúa við hnignun líffræðilegrar fjölbreytni fyrir 2050 og síðan 23 sértæk aðgerðamarkmið sem aðildarlöndin eiga að fókusera á að stefna að fyrir árið 2030, þannig að það er svona 2 tímaskalar þarna. Aðildarþjóðunum ætlað að skila sinni stefnu og sinni aðgerðaáætlun til samningsins og sýna fram á hversu vel hún aðlöguð þessu GBF-samkomulagi. Og þess vegna þetta samkomulag grundvallarforsenda fyrir því hvernig við höfum nálgast okkar stefnumótunarvinnu í stýrihópnum hér á Íslandi. Ég ætla aðeins að kynna fyrir ykkur þessi leiðarljós og aðgerðamarkmið, þetta út af tímaskorti mínu þurfa að fara hratt yfir sögu, en ég hvet ykkur til að kynna ykkur þau betur. En leiðarljósin 4 sem ramma inn þessi kjarnaskilaboð GBF-samkomulagsins, þau eru þessi hér og þeim ætlað að endurspegla rauninni svona langtíma sýnina og þess vegna miðast þau við 2050. En þau eru í fyrsta lagi að heilleiki og starfsemi allra vistkerfa sé viðhaldið, elt og endurheimt fyrir árið 2050, manngerð útrýming tegunda stöðvuð og erfðafræðilegri fjölbreytni innan stofna viðhaldið. Í öðru lagi að öll líffræðileg fjölbreytni sé nýtt með sjálfbærum hætti og að framlög náttúrunnar til velferðar mannsins sé viðhaldið og eld til að styðja við sjálfbæra þróun í þágu núverandi og komandi kynslóða. Þriðja leiðarljósið víkur aftur að ávinningnum að nýtingu erfðaauðlinda, að honum sé skipt á sanngjarnan og jafnan hátt. Og svo 4. leiðarljósið sem kannski það mikilvægasta, að fullnægjandi úrræði til framkvæmda séu til staðar og öllum aðgengileg. Þar með talið fjármögnun, uppbygging getu og tæknileg og vísindaleg samvinna. Þessar stoðir þurfa að vera til að geta fyllt hinu leiðarljósunum og uppfyllt þau. Nú, svo það aðgerðamarkmiðin sem þjóðunum sérstaklega ætlað að fókusera á og reyna að vinna að þeim hratt og vel og þess vegna eru þau tímasett þetta stutt fram í tímann 2030, það ekki langt þangað til. En það einnig stefnt í því að þau verði endurskoðuð eftir þörfum eftir þann tíma. Það mun taka langan tíma að fara yfir hvert og eitt markmið en þau eru svona hópuð niður eftir eðli og fyrstu 8 markmiðin hafa kannski vakið mesta athygli en þau einblína á þær ógnir sem stafa líffræðilegri fjölbreytni og hvernig við tökumst á við þær með beinum hætti og ýmsum aðgerðum til að styrkja stöðu líffræðilegrar fjölbreytni svo sem verndun og endurheimt en einnig aðgerðum til að draga úr áhrifum ógnanna. Þannig við sjáum við hér svona þessi klassísku viðfangsefni. Við erum með endurheimt vistkerfa, við erum með verndun mikilvægra svæða, aðgerðir til að stoppa útdauða tegunda, sjálfbær nýting lífverustofna og að draga úr þessum ógnum eins og framandi ágengum tegundum, mengun, áhrifum loftslagsbreytinga, búsvæðaeyðingu og hvernig við nýtum lykiláætlanir, sérstaklega skipulagsáætlanir og áætlanir sem stýra nýtingu svæða, bæði á landi og í sjó og fersku vatni til að stöðva eða draga eins mikið úr og við getum tapi á líffræðilegri fjölbreytni. Þannig að þessi 8 markmið eru svona oft talað sem svona kjarnamarkmiðin. Síðan höfum við næstu 5 markmið. Þau eru svona einblína á þessi tengsl manns og náttúru og mikilvæg þess að huga að því að það eru það sem við erum líka að reyna að varðveita. Með því að undirstrika að velferð líffræðilegrar fjölbreytni er einnig okkar velferð. Hér eru því markmið til dæmis hvernig við eigum að horfa til líffræðilegrar fjölbreytni þegar við ræktum og nýtum lífrænar auðlindir gegnum landbúnað, fiskveiðar, skógrækt og fleira. Hvernig framlög náttúrunnar dreifast til okkar á jafnan og réttlátan hátt og hvernig það tryggir til dæmis lýðheilsu okkar og velmegun. Síðan koma 10 síðustu markmiðin og þau eru afar mikilvæg því þau eru svona framkvæmdar markmiðin og fjallum hvernig við tryggjum að þessar nauðsynlegu aðgerðir verði í raun framkvæmdar. Og hér eru því mjög mikilvæg umfjöllunarefni í þessum 10 markmiðum, meðal annars samþættingu aðgerða, hlutverk atvinnulífs, hlutverk neytenda, hvernig við getum beitt hvatakerfum og svo hvernig fjármögnun þessara aðgerða er tryggð og
og það eru þarna tvö sérstök aðgerðamarkmið sem fjalla fjármögnun svona í alþjóðlegu samhengi, en einnig að þjóðirnar eiga auðvitað að horfa til þess hver og ein. Einnig mjög mikilvæg markmið hérna númer 20 og 21 að styrkja afkastagetu og tryggja að þekking sé til staðar. Og svo þarna, það á vettvangi Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni mikil áhersla á réttlæti og jafnrétti. Málefni frumbyggja samfélagi til dæmis stór og veigamikill þáttur þar og hefur alltaf tíð verið. Þannig að þarna eru líka mikilvæg markmið að aðkoma að ákvarðanatöku og aðgengi að upplýsingum sé jöfn og réttlát og að horfa verið sérstaklega til ákveðinna hópa eins og að tryggja jafnrétti kynjanna í því samhengi. Nú, fyrir utan þessi svona tölusettu eða bókstafsettu leiðarljós og markmið, þá ýmislegt fleiri í þessu GBF-samkomulagi sem mikilvægt að taka tillit til. Það eru ýmsar fleiri áherslur. Meðal annars mjög mikilvægt atriði að GBF-samkomulagið hugsað og skilgreint sem aðgerðamiðað og árangursdrifið og miðar því að leiðbeina og stuðla að endurskoðun, uppfærslu og framkvæmd stefna aðildarþjóða og áætlana þeirra sömuleiðis. Og það á jafnframt að geta leiðbeint hvernig eftirliti með framvindu háttað og endurskoðun öllum stigum á gagnsærri og ábyrgari hátt. Þá leggur samkomulagið mjög mikla áherslu á samstarf og samþættingu við aðra samninga og rýnir þá hvern og einn sérstaklega sem förum svo ekkert út í hér og mikilvægt þess að samvinna við ólíka aðila sé grundvallar atriði. Og horfa til þess að taka tillit til framlags og réttinda frumbyggja samfélaga, eins og ég nefndi áðan, sem líka leiðir til þess að við þurfum að horfa til ólíkra gildiskerfa sem mjög áhugavert. Mannréttindasjónarmiða, vistkerfisnálgunar sem mjög mikilvægt atriði, þátt nýsköpunar og tækninýjunga, samspils við lýðheilsu og ekki síst mjög mikilvæg áhersla á nálgun sem felur í sér þátttöku alls stjórnkerfisins annars vegar og svo alls samfélagsins, það þessi whole of government og whole of society og þessi síðustu tvö atriði sérstaklega höfum við tekið mjög alvarlega inn í okkar vinnu í stýrihópnum hvernig við nálgumst hana. Nú, en ég vil hvetja ykkur til að sem ekki hafi nú þegar og hafi áhuga á að kynna ykkur þetta samkomulag að gera það endilega og það best gert á heimasíðu Sameinuðu þjóðanna þar sem eru góðar upplýsingar öll þessi markmið og ítarlegri upplýsingar hvað þau fjalla og hvernig æskilegt sé að fylgja þeim eftir. Nú, þetta auðvitað kemur úr einni átt úr þessum samning Sameinuðu þjóðanna en það eru ýmsir aðrir alþjóðlegir samningar og alþjóðleg samstarfsverkefni sem Ísland aðili að og það sem líffræðileg fjölbreytni lykileg viðfangsefni eða hefur mjög sterka tengingu þar inn. Og við sjáum bara hér sem mjög mikilvæg dæmi slíka samninga eða verkefni sem við erum aðilar að og það gefst ekki tími til að ræða það hér en það mjög mikilvægt og nauðsynlegt að taka tillit til þeirra skuldbindinga og áherslna sem samþykktar hafa verið á öllum þessum vettvöngum sömuleiðis við gerð stefnunnar. Það þarf alltaf að tala saman og styrkir hvort annað. Nú, þá ætla ég að fara aðeins yfir svona þessar helstu áherslur og viðfangsefni sem stýrihópurinn hefur verið að rýna og sem mun endurspegla síðan í stefnunni þegar hún verður lögð fram. Eins og endurspeglast vel í inntaki GBF-samkomulagsins sem ég búinn að fara hérna yfir mjög hratt, þá afar víðtækt, fjölbreytt og flókið viðfangsefni að ræða sem stefnan þarf að takast á við. Stýrihópurinn hefur því og enn að fara yfir fjölmarga fleti og rætt mörg viðfangsefni þessu tengist. Og þá höfum við eitt töluverðum tíma, nauðsynlegum tíma í að leita upplýsinga hjá ýmsum aðilum, sérstaklega þeim sem hafa lögbundin verkefni varða líffræðilega fjölbreytni á sínum bera ábyrgð á því, til dæmis ýmsar fagstofnanir og aðilar innan stjórnkerfisins. Og við höfum fengið að vita í þeim samtölum stöðu mála á einstökum verkefnum, ýmsar áskoranir sem þessir aðilar standa frammi fyrir og ýmis tækifæri sömuleiðis. Stýrihópurinn hefur einnig kynnt sér stefnur annarra þjóða en margar aðildarþjóðir samning Sameinuðu þjóðanna líffræðilega fjölbreytni hafa nú þegar lokið við endurskoðun á sínum stefnum og skila þeim inn til samningsins þannig að það eru öllum aðgengilegar og það mjög gagnlegt að
sjá hvernig aðrar þjóðir hafa unnið þessar stefnur, bæði auðvitað með tilliti til innihalds og áhersla en líka praktískar hluta eins og framsetningar, fyrirkomulagi, samráðs og ýmislegt fleira. Með hliðsjón af þessum forsendum sem við vinnum út frá, markmiðum áherslum GBF samkomulagsins, rýni á erlendum stefnum, mat á árangri fyrri stefnu Íslands og upplýsingum ýmsum upplýsingum stöðumála sem við fengið í samtölum okkar við hina á þessa, hefur stýrihópurinn skilgreint ákveðin kjarnaviðfangsefni sem við ætlum okkur að fjalla í stefnunni og ég mun nú fara yfir þau, en þetta svona yfirleitt yfir þau, skipta hérna niður í 7 meginatriði. Í fyrsta lagi það stjórnun málaflokksins, en það mjög mikilvægt að svona meta hvernig henni háttað hér á landi og eins og kom fram áðan þá hefur engin heildstæð stefna verið unnin í málaflokknum síðan 2008. Það nú bara nokkuð langt síðan. Þegar grænbókin var unnin þá var unnin mat á árangri innleiðingar þeirrar stefnu sem leiddi í ljós að árangurinn hefur verið mjög misjafn. Sumt hefur gengið ágætlega en ýmislegt hefur hreinlega ekki komist til framkvæmda. Þannig að það var skortur þar á markvissri framkvæmd þeirri stefnu, verður óhætt að segja. Og því þarf ný stefna að vera með mjög vel skipulagða framkvæmdaáætlun. Það algjörlega nauðsynlegt. En til þess þá þarf að hafa góða stjórnun á málaflokknum, þannig að það sé skýrt hver ber ábyrgð á þeirri framkvæmd. Og það ljóst að í dag stjórnsýsla málaflokksins, þó auðvitað hún tilheyri fyrst og fremst umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu, þá hún nokkuð dreifð, sérstaklega ef við viljum ná þessari breiðu nálgun á viðfangsefni sem við teljum nauðsynlegt. Og framkvæmd lykil viðfangsefna sem við þekkjum vel því miður bara frekar misvel sinnt, sumum vel sinnt en öðrum kannski lítið sem ekkert sinnt. Og ábyrgðin stundum ekki alltaf alveg skýr. Og það því mat stýrihópsins að það sé þörf á að skilgreina einhvers konar betri heildstæða stjórnun á málaflokknum í heild og það eitt af þeim viðfangsefnum sem við erum að rýna, hvernig það getur verið gert. Innleiðing alþjóðlegra áherslna sem við erum nú búin að tala hérna töluvert, hún að sumu leyti ágætlega útfærin nú þegar, til dæmis í íslenskum lagaramma og regluverki, en það mjög nauðsynlegt að uppfæra mörg atriði, sum vantar hreinlega enn alveg og síðan og mörg dæmi með eftirfylgni kannski ábótavant þegar kemur að því sem að finna í okkar laga og regluverki. Og því mjög mikilvægt að skoða hvar nauðsynlegt að fara í úrbætur og löggjöf og regluverki og hvað snýst þetta kannski frekar þá að styrkja framkvæmdina. Síðan skorti betri samþættingu þvert á málaflokka, þetta orð samþætting verður rauður þráður þessu erindi og hefur verið það þegar og það ástæða fyrir því. Líffræðileg fjölbreytni þrátt fyrir að vera þetta gríðarlega stóra mikilvæga viðfangsefni en ekki á dagskrá á mörgum stöðum þar sem hún þarf að vera á dagskrá, auðvitað mismikið en sumstar bara hún ekki á dagskrá. Og því þarf að finna leiðir til að betrumbæta það og efla þessa samþættingu innan stjórnkerfisins og auðvitað í samfélaginu öllu. Næsta áhersla aðgerðir til verndar og endurheimtar. Þetta auðvitað þessi kjarnaviðfangsefni sem við þekkjum nú mörg hér mjög vel. Í GBF samkomulaginu, eins og þið kannski rákuðu augun í áðan, þá skýr töluleg markmið fyrir þessi viðfangsefni. Það á nú ekki við allt í því samkomulagi. En þar þetta fræga 30% markmið bæði fyrir verndarsvæði og fyrir svæði undir virkri endurheimt. Þannig að þar höfum við skýrt tölulegt markmið sem við þurfum að horfa með alvarlega til hvernig við getum reynt að ná. Það óhætt að segja að það getur reynst töluleg áskorun og við þurfum að skoða mjög vel hvernig við nálgumst það. Til að byrja með mjög mikilvægt að leggja mat á núverandi verndarsvæði á Íslandi, hvort þau réttu til að ná þessu árangri, þau að vernda líffræðilega fjölbreytni eða þau að vernda eitthvað annað og hvað vantar þarna inn í það net verndarsvæða. Og einnig þarf að skoða mjög vandlega hvaða leiðir til svæðisbundinnar verndunar henta best því að þær geta verið af ýmsum toga og margar leiðir hafa kannski ekki alveg verið skoðaðar nægilega mikið hér á Íslandi sem gætu reynst gagnlegar. Það ákall eftir fjölbreyttari leiðum og þetta mjög sterk áhersla á alþjóðlegum vettvangi að skoða þetta til að ná árangri sem hraðast.
En það þarf að skilgreina og formfesta þannig að þær séu alvöru leiðir. Varðandi endurheimt vistkerfa er mikil öflug vinna í gangi, sérstaklega núna hjá nýrri stofnun Landi og skógi við öflugt umbótaferli varðandi verklag á endurheimt, innleiðingu á ýmsum gæðaferlum sem eru mikið og gott skref. En það verður að tryggja að hægt sé að sýna fram á að endurheimt vistkerfa sé í raun og veru eiga sér stað þar sem hún er skipulögð. Nú, varðandi bæði vernd og endurheimt, það þarf þátttöku ýmsra aðila, sveitarfélaga, landeigenda og fleiri þar sem þessi svæði eru. Og þess vegna er mjög mikilvægt að það sé skýrir hvatar fyrir þátttöku allra og það er mjög mikilvægt að skoða hvernig slík hvatakerfi geta verið til að stuðla einmitt að markvissari árangri og breiðari eignarhaldi að þessum verkefnum. Því það þurfa að vera fleiri með þeirri vegferð að vernda og endurheimt og líffræðilega fjölbreytni. Nú, verndun endurheimt í hafi og strandsvæðum þarf sannarlega að efla á ýmsan hátt. Við erum því miður pínu, eða ekki pínu, bara töluvert mikið aftarlega á meirinni þegar kemur að fjölda formlega verndarsvæði í hafi í samanburði við margar aðrar þjóðir. Það er mjög langt í landi, 30% markmiði. Nýleg mjög mikilvæg vinna stýrihóp sem matvælaráðuneytið fyrrverandi skipaði verndarsvæði í hafi var mjög mikilvægt skref til að móta tillögur einmitt verklag og þar var verið sérstaklega að skoða hvernig beiting fiskveiðistjórnarkerfisins getur verið mikilvægt framlag þar. En það þarf að skoða ýmislegt fleira og styrkja og efla þá vegferð. Næsta stóra áhersla er sjálfbær nýting. Eins og ráðherra kom vel inn á í sínu erindi áðan, þá reiðum við okkur hér á Íslandi og höfum auðvitað djúpa sögu og þetta er stór partur af okkar þjóðarsál að nýta líffræðilegar auðlindir landsins. Þær hafa haldið okkur í lífinu í gegnum aldirnar. Og við höfum sem betur verið búið til mörg góð kerfi við að tryggja að svo nýting sé sjálfbær og það er grundvallaratriði að þeim sé viðhaldið og þau styrkt. Og komið á slíkum kerfum þar sem þau kannski vantar fyrir ákveðna auðlindanýtingu. Við erum minst vel stödd hvað þetta varðar. Við þekkjum þann góða árangur sem hefur náðst varðandi sjálfbæra nýtingu lifandi auðlinda sjávar. Við þurfum að halda áfram á þeirri vegferð að vanda okkur þar og nýta okkur reynsluna þar, annars staðar. Það er mikilvægt að innleiða enn betur á markvissan hátt vistkerfisnálgun í stjórnkerfi sjálfbæra nýtingar af öllum toga og framkvæmd stýringar og nýtingu í öllum þeim fjölbreyttu ferlum sem við höfum til að halda utan það. Við það þarf auðvitað að skilgreina ýmislegt ef varðar líffræðilega fjölbreytni, þar sem slíkt er kannski ekki nægilega skýrt og þekking kannski ekki alveg til staðar, tilgreina fleiri viðmið og mælikvarða því að þetta er flókið og við þurfum að reyna að nálgast ná eins góðum víðtækum skilningi og hægt er með þær upplýsingar sem við höfum. Eitt atriði sem er gott að nefna er að betur þarf að samræma stjórntæki sem við nýtum fyrir að stýra sjálfbærri nýtingu annars vegar og fyrir verndun hins vegar. Þetta hefur verið ótengt hingað til. Einn hluti af sjálfbærri nýtingu er auðvitað veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum. Við verðum nú að tryggja að hún sé í raun sjálfbær og hún byggi á styrkum vísindalegum grunni sem er nú gert að mestu leyti hingað til sem betur fer en það má alltaf bæta. Og hér verður viðurkennast að nokkuð uppsöfnuð þörf á að endurskoða löggjöf þessa málaflokks sem er komin vel til ára sinna. Og það þarf að skerpa á ýmsum skilgreiningum, koma inn nýjum áherslum og meðal bara sem eitt dæmi til dæmis að búa til betri ramma í kringu hvernig við metum tjón sem svokallar tjónategundir sem eru einmitt veiddar út af því hvernig það tjón er skilgreint. Eitt atriði sem ég tala hérna ítrekað því ég tala áherslur samning Sameinuðu þjóðanna eru erfðaauðlindirnar og þetta er áhersla sem Ísland hefur innleitt á takmarkaðan hátt og það er rauninni lítil sem engin stýring á hvernig nýting erfðaauðlinda villtra lífvera á Íslandi fer fram. Við erum með góða umgjörð varðandi erfðaauðlindir okkar bústofna en fyrir þær villtu erfðaauðlindirnar eigum við dálítið langt í land og það er tímabært að greina hvort og hvernig við horfum til úrbóta á því regluverki. Nú, næsta stóra áhersla eru þessar helstu ógnir og það fá hérna nokkrar glærur því að það er mjög viðamikið viðfangsefni. Eins og komið fram þá hér á landi sem betur fyrir mikið ósnortna náttúru. Við erum heppin, við
þurfum að standa vörð það. Það ekki allar þjóðir svo heppnar að eiga mikið af því eftir. En það breytir ekki að þær þekktu ógnir sem stafa líffræðileg fjölbreytni heimsvísu eru hér allar að finna. Og víða erum við að sjá miklar og hraða breytingar í íslenskri náttúru að eiga sér stað. Sums staðar með bara nokkuð ógnvænlegum hraða. Og með umtalsverðum áhrifum á líffræðileg fjölbreytni sem við þekkjum misvel. Sumt á sér gamla sögu en það líka margt nýtt sem á nálinni. Nýir hlutir að gera sem við þurfum átt okkur á hvað áhrif hafa. Og það því mjög mikil þörf á að bæta okkar skilning á þessum áhrifum og kortleggja umfang áhrifana sömuleiðis. Það eru mörg viðfangsefni og því mjög nauðsynlegt að skilgreina hvar mest áreiðandi að grípa inn í, hvar þróunin ískyggilegust, hvað var þessar breytingar og á hvaða hátt gerum við það. Og þar höfum við auðvitað ýmsar leiðir til þess, við höfum lagaramma og regluverk, getum beitt honum ef hann nógu og leggja mat á hvort að hann standi nógu styrkur til þess, en einnig skiptir mjög miklu máli öflug ráðgjöf og fræðsla. Og þegar kemur að því að takast á við ógnir, þá auðvitað fyrirbyggjandi aðgerðir alltaf heppilegri að koma í veg fyrir að ógnin birtist og fari að hafa áhrif. En mótvægisaðgerðir skipta sömuleiðis mjög miklu máli. Og ef við komum aðeins betur ofan í þetta, þá viljum byrja á að tala eyðingu búsvæða. Búsvæði eru auðvitað margvísleg og fjölbreytt og kannski viðkvæm og mikið á þau gengið. En það ljóst að víða gengið töluvert á búsvæðalífur á Íslandi. Ég meina við þurfum að nýta náttúruna, þurfum að nýta landrými og ýmsar auðlindir. En sum búsvæði eru kannski nú þegar undir of miklu álagi og það þarf að bregðast við því það sem stefnir í óefni og það sem nú þegar bendir til þess eða mjög líklegt að vistgerðum og tegundum hnigni og þeim fækki. Og bara nokkuð dæmi við röskun á votlendi á láglendi enn mun meiri en endurheimt. Búsvæði mófugla víða ógnað á ýmsum athöfnum og viðkvæm og mjög sérstök svæði eins og jarðhitasvæði, ýmis fjörusvæði, viðkvæm svæði í hafi hafa sum þegar verið raskað og eru bara það fá og viðkvæm að við þurfum að standa sérstakan vörð þau. Og við gerum það auðvitað með verndaraðgerðum, endurheimtaraðgerðum en líka með því sem ekki síst mikilvægt að stýra landnotkun, stýra framkvæmdum sem eru þess eðlis að geta valdið búsvæða raski eða jafnvel eyðingu. Við getum gert það gegnum regluverk, við höfum ýmislegt gott regluverk sem við þurfum að tryggja að sé burðugt og efla eftir atvikum í gegnum skipulagsferli, gegnum umhverfismat, ýmsar leyfisveitingar. En einnig með því að efla leiðbeiningar til að tryggja að þeir sem taki ákvarðanir sem mögulega geta haft áhrif hafi góða skilning og séu vel upplýstir mögulegar afleiðingar. Og ég sannfærður að það sé hægt að gera betur að útbúa slíkar leiðbeiningar. Og aftur, innleiðing hugmyndafræði vistkerfisnálgunar hér lykilatriði sem við þurfum að fylgja vel á eftir. Önnur ógn, framandi ágengar tegundir. Það vel þekkt, þetta eina af þessum stóru ógnum sem skilgreind alþjóðlega og vel mörg dæmum að framandi ágengar tegundir, það þessar tegundir sem dreifast út fyrir sín náttúrulega útbreiðslusvæði með athöfnum mannanna, hvort sem það viljandi eða óviljandi, geta valdið rýrnum líffræðilegri fjölbreytni þar sem þær nema land með því að bóla öðrum innlendum tegundum burt eða raska jafnvægi í vistkerfum. Og það hefur komið mjög skýrt fram í vinnu stýrihópsins hingað til og í samtali okkur við ýmsa aðila að það sterkt ákall fyrir því að gera betur þessum málaflokki hér á landi. Honum hefur verið sinnt minna en til dæmis mörg nágrannalönd okkar gera og í rauninni allt og lítið með alvarleika hans. Og á sama tíma staðfest að sífellt fleiri framandi tegundir sem eru suma mögulega ágengar, við vitum það ekki alltaf, nema hér land og dreifa sér hratt í landi, á landi, í fersku vatni og í hafi. Nýjasta dæmið svona með matarnýru sem tekir mynd af hér á glærunni svartserkur, þetta sjávarsnígill sem á náttúrulega heimkynni alveg langt í burtu í Kyrrahafinu en núna fann að dreifast ískyggilega hratt á grunnsævi á Íslandi bara örfá árum og hefur nær örugglega borist hingað með skipaumferð. Það brýn þörf á að styrkja utanumhald málefni framandi tegunda til muna hér á landi. Þar með talið betrumbætur á stjórnsýslu og regluverki.
Það ákall eftir því. Það þarf á meiri rannsóknum, það þarf á að framkoma til dæmis betur mat á ágengni og til þess þurfum við góðar upplýsingar. Skilgreina og auka eftirlit með hvernig þessar tegundir berast til landsins og reyna að draga úr útbreiðslu eftir bestu getu. Það auðvitað ekkert alltaf mjög auðvelt. Fyrirbyggjandi aðgerðir hér gríðarlega mikilvægar. Mengun auðvitað ógnar lífríki. Mengun auðvitað stór málaflokkur sem að mestu við stýrum út frá sjónarmiðum hollustu verndar, þar að segja áhrifum mengunar á okkar heilsu og lífsgæði. En við erum auðvitað bara lífverur og allar aðra lífverur verða auðvitað líka frá áhrifum mengunar. Og það má örugglega greina betur hvernig helstu gerðir mengunar hafa áhrif á líffræðilega fjölbreytni og skoða hvort núverandi regluverk taki á því á fullnægjandi hátt. Og það þarf að meta hvað mikilvægast að gera úrbætur á stöðu mengunar. Og hér átt við allar gerðir mengunar, eins og við nefnum þarna, loftmengun, vatnsmengun og fleira. Loftslagsbreytingar auðvitað stór og mikil ógn og það er vel þekkt að afleiðingar loftslagsbreytinga, hækkun hitastigs, tíðar ofsaveður sem og fleiri breytingar geta haft mikil áhrif á líffræðilega fjölbreytni og eru að hafa mikil áhrif. Og það er tilefni til að efla rannsóknir á Íslandi hvað varðar þessi áhrif. Það er mjög mikilvægt að skilja hvernig breytingarnar sem við erum að sjá, hvað áhrif þær hafa á lífríki landsins. Hér er líka mjög mikilvægt að meta áhrif aðgerða í loftslagsmálum á lífríki. Við vitum að sumar aðgerðir til dæmis að varða orkuskipti og kolefnisbindingu geta haft neikvæð áhrif á líffræðilega fjölbreytni. Og hins vegar höfum við aðrar aðgerðir sem eru jákvæðar bæði til að ná árangri í loftslagsmálum og til að vera líffræðilega fjölbreytni. Það eru aðgerðirnar sem er mjög mikilvægt að forgangsraða og koma í veg fyrir að reyna frekar að velja þær en aðgerðir sem valda togstreitu. Því að líffræðileg fjölbreytni getur og gríðarlega mikilvægur þáttur einmitt í að auka aðlögun okkar að loftslagsbreytingum og hjálpa okkur að draga úr losun og auka bindingu gróðurhúsalofttegunda. Og því eru til dæmis klassískar vendunar og endurheimtar aðgerðir og ýmsar aðrar náttúrumiðar lausnir mjög mikilvægar hluti í vegferð okkar í loftslagsmálum. Næsta lykiláhersla er þekkingargrunnurinn. Eins og ég kom með áður að þá grundvöllur upplýstrar ákvörðunartöku góð þekking. Það mikil vitneskja lífríki Íslands. Hér hafa verið stundar rannsóknir á mörgu í gegnum árin. En það eru margvísleg þekkingargögn til staðar og það er mjög mikilvægt að átta sig á þeim og meta hvað mest þörf á að bæta úr því og uppfæra þá þekkingu líka sem til staðar, hún úreldist. Og því nauðsynlegt að tryggja í sessi og styrkja grunnrannsóknir og vöktun lykilþátta. Það hefur verið bent á að skortur og sérfræðiþekkingu og mannafla áskorun sem fer vaxandi. Fyrir svo landfræðilega stórt land eru merkilega fáir að rannsaka og vakta lífríki landsins. Það mikil þörf á nýliðun og fjölgun í þessum hópi. Og þrátt fyrir fámennið þá eru þessi rannsóknar- og vöktunarverkefni dreifð á allmarga aðila og því nauðsynlegt að nýta tækifæri til að skoða samþættingu og öflugra samstarf, ekki síst þegar kemur á notkun og miðlun ýmissa gagna. Að rannsaka lífríki landsins er þetta gríðarstórt verkefni og þess vegna mikilvægt að greina betur hvaða verkefni þurfa að vera í forgangi og finna hagkvæmar og markvissar leiðir til rannsókna, nýta þar ýmsa nýsköpun og tækni. Og eitt af því sem til dæmis mikilvægt að skoða hvernig umhverfi rannsóknarstyrkja nýtist og hvort að sess líffræðilega fjölbreytni sé nægjanlega viðamikill þar. Þessu auðvitað nátengt síðan hlutverk bara fræðslu og menntunar að miðla þessari þekkingu og það svona almennt talað bara á heimsvísu að kannski almenn þekking á líffræðilega fjölbreytni megi vera betri. Og ég held að sama við hér á Íslandi þó auðvitað Ísland sem mikil náttúru þjóð og stýrihópurinn tekið eftir því að það ákall eftir heildstæðu fræðslu átaki líffræðilega fjölbreytni til að bæta skilninga á lykilhugtökum, merkingu og samhengi. Það eru mennta- og fræðslustofnanir auðvitað alltaf í lykilhlutverki og það þarf að skoða hvaða leiðir má nýta sér til að efla hlutverk þeirra. Við höfum námskrár. Það mjög gleðilegt að í nýrri námskrá faggreinar fyrir grunnskóla líffræðileg fjölbreytni komin þar mun betur á dagskrá en áður og það mjög mikilvægt að fylgja því vel eftir. Öflugt samstarf ýmsa stofnana sem koma að fræðslu fyrir almenning eða ákveðna markhópa og það þarf að sníða fræðsluna að þessum markhópum. Það getur verið börn og ungt fólk, sveitarfélög, atvinnulífið, ferðaþjónustu og horfa til samstarfs líka við þessa aðila þessa fræðslu.
En það þarf samhenta leiðsögn stjórnvalda, þetta viðfangsefni framandi mörgum og samþætta við önnur nátengd viðfangsefni, einmitt til að ná í gegn og bæta skilning og samþætt fræðsla líffræðilega fjölbreytni við til dæmis loftslagsmál, lýðheilsu, úrgangsmál og fleira ætti að leggja meira áherslu á og þverfæli nálgun þar grundvallaratriði. Því við viljum að þetta boðorð berist vel. Síðasta áherslan þáttur samþættingar og samstarfs. Það eru mikil tækifæri því að samnýta og samþætta aðgerðir í öðrum samþættum stefnum. Það hefur verið að móta stefnur í hinum þessum málaflokkum og þær hafa mjög margar ýmsa snertifleti við eða eiga að hafa við líffræðilega fjölbreytni. Og það verður horft sérstaklega við undirbúning aðgerðaáætlunar þessara stefnu að rýna hvar getum við nýtt okkur það sem þegar hefur komið fram í öðrum stefnum. Þetta eru bara nokkuð dæmi nýlegar stefnur eða áætlanir. Við erum með land og líf, stefnum landgræðslu og skógrækt, aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, landsskipulagsstefna, landbúnaðarstefna, stefna í úrgangsmálum, lýðheilsustefna, ýmislegt fleira má nefna, það sem eru skýr tengsl og mikilvægt að ávarpa og vekja athygli á þeim tengslum. Það þarf að skoða hvernig efla megi samstarf og samþættingu verk og rannsóknaráætlana, fag- og stjórnsýslustofnana og sérstaklega rýna tækifæri til betri samleiðar ýmsa innviða þar með talið mannauðs. Og eitt sem stýrihópurinn hefur reglulega fengið ábendingar að það þurfa að skýra betur og styrkja og veita betri leiðsögn til sveitarfélaga vegna þeirra mikilvæga hlutverks vara líffræðileg fjölbreytni. Einnig hluti af þessu er að nýta betur tækifærin sem felast í alþjóðastarfi og þeim lærdómi og möguleikum til samstarf sem í þeim felast. Það þarf að standa vörð aðild okkar að þessu alþjóðastarfi og tryggja að við sinnum þar því sem okkur ætlað, meðal annars regluleg upplýsingagjöf. Einnig að efla þátttöku vísindafólks frá Íslandi í alþjóðlegu starfi varða líffræðileg fjölbreytni og það þessi nýja ákvörðun formlega aðild að IPBES, milliríkjavettvanginum, gríðarlega mikilvægt skref sem hefur mjög ánægilegt að fylgja eftir. Einnig má efla sókn okkar í erlenda verkefnasjóði til að styrkja hana ýmsu framkvæmdaliði stefnunnar, þar eru mikil sóknarfæri. Þetta fær nú að líða lokum að þessari yfirferð hjá mér, en það nauðsynlegt að draga saman hvers vegna að gera stefnu líffræðilegrar fjölbreytni svo mikilvægt verkefni og hvers eðlis hún þarf að vera til að reynast heilladrjúg. Hún þarf að vera víðtæk, hún þarf að hafa breiða skírskotun til að tryggja að árangur náist, því vandinn sem steðjar í lífríkinu margþátta og rætur að rekja til fjölmargra ólíka orsaka. Það nauðsynlegt að horfa til stóra samhengisins. Það lykilatriði að skilja að sömu undirliggjandi þættir búa að baki þessum stóru umhverfisvandamálum sem við horfum fram á við og erum að eiga við núna, loftslagsbreytingar, umhverfismengun og rýrt umhverfisgæði og hnignun líffræðilegrar fjölbreytni. Þessir ólíki vandar eru nátengdir og stigmagna hvorn annan með að raska náttúrulegum ferlum og hafa mikil áhrif á velferð okkar. Til viðbótar við ýmis sértæk verkefni varða líffræðilega fjölbreytni sem auðvitað stefnan mun fjalla mjög mikið þarf að ráðast líka á rót vandans. Óhófleg neysla, framleiðsla með ósjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda og mikil úrgangsmyndun, þetta í gangi. Það auðvitað risaverkefni að leysa það og þessi stefna ekki að fara að leysa það ein, en langt í frá. En það von okkar að hún verði lykil framlag hér á Íslandi og á að vera það. Því við getum ráðið hvernig framtíðin verður. Þetta dálítið flókin mynd en við ákveðum að hafa hana með. Hún á nýlegri skýrslu einmitt frá IPBES sem fjallar náin tengsl og samspil þessara svona lykil þátta í það sem umhverfið kemur við sögu sem okkar lífsgæði eru nátengd, loftslagsmál, heilsa okkar, aðgengi að fæðu, vatni og líffræðileg fjölbreytni. Og allir þessi þættir hafa áhrif á hvorn annan í mismunandi hátt undir mismunandi sviðsmyndum og þau geta verið neikvæð, þau geta verið jákvæð, þau geta verið hlutlaus. Og hér stilt upp sviðsmyndum sem eru svona á jákvæðari hátt þar sem við erum meira og minna bara að vinna með jákvæð áhrif og það þessu jafnvægi sviðsmynd eða náttúrumiðaða sviðsmynd þar sem við hlúum að því að stöðva þessu ósjálfbæru ásókn í náttúruna að þá ætti að skapast þetta jafnvægi milli þessara mikilvægu atriða. En við erum auðvitað ekki þar því miður, við erum hér, við erum líklegast allavega einhverju leyti í sviðsmynd 6, þar sem ofnýting náttúrunnar, þar verða þessar pílur rauðar, þar eru áhrifin
hafa neikvæð áhrif hvort á annað sem auðvitað dregur úr öllum þessum þáttum sem við reiðum okkur á. Þannig að þetta er allt nátengt og það er allt undir í þessum efnum. Til þess að ná árangri, það þarf áræðni, það þarf góðan skilning á málefninu, það þarf vel skipulaðar, samþættar og útfæra lausnir, samstöðu mikilvægi þessara lausna, tryggja stöðu eftirfylgni til að meta árangur, en einnig tryggja áræðanlega getu til aðgerða meðal annars með næri fjármögnun. Endurmat og aðlögunarhæfni er nauðsynleg í þessu ferli. Þetta er ekki auðveld vegferð, þetta er gríðar mikið viðfangsefni. Forgangsröðun mun þurfa að vera óumflýjanleg. Það er ekkert að gera allt. Og viðfangsefnin eru fjölmörg og þau eru flókin. Öflugt samstarf er því lykilforsenda að árangri. Hérna bara alveg allar seinast, það er auðvitað mikilvægt í svona stefnumótunarferli að eiga samtöl og sinna samráði og auðvitað þegar stýrihópurinn skilar sér drögum á hvítbók, verður hún kynnt gaumgæfilega og hefðbundin hátt í samráðsgátt. En í millitíðinni viljum við líka gefa tækifæri á að fólk geti tekið þátt í samtali þessa vinnu og þetta málefni og koma sjónarmiðum á framfæri. Og því höfum við sett á dagskrá nokkra samráðsfundi sem verður svona frekar einfaldir að skipulagi. Þeir fara fram allir á netinu þannig að allir út allt land geti verið með. Og þar verða tekin fyrir svona nokkur lykil viðfangsefni. Málefni lífríkis á landi verða á einum fundinum, hver eru brýnustu viðfangsefnin til að huga þar, hvaða sjónarmið eru varðandi það, sambærilegur fundur málefni lífríkis sjó og fersku vatni og svo fundur eftir páska mikilvægt þátt fræðslu og menntunar og það væri gott að fá aðalinn á þann fund sem eru að vinna einmitt með slík mál. Hvernig gerum við betur þar? Og ég hvet ykkur til að fylgjast með frekari upplýsingum sem munu berast nákvæmar tímasetningar og annað slíkt. Síðan eru við einnig með fund sem er ekki opinn öllum en er sérstaklega ætlaður sveitarfélögunum þar sem fulltrúar þeirra eru boðaðir til að ræða þeirra aðild og hlutverk í þessu mikilvæga verkefni. En já, ég þakka bara kærlega fyrir mig og ef það eru einhverjar spurningar þá tek ég glaður við þeim og það er hérna þá hljóðnemi sem hægt að fá að tala í til að það skili sér inn í streymið. Takk fyrir. Hvað með spurningu? Já, það er einhvern alveg aftast, hún var rétt á undan. Svo Andrés. Mátt kynna þig endilega, fyrirgefðu þannig að við vitum. Já, góðan daginn, heyrðist í mér. Ég heiti Svandís og ég starfa fyrir Rannís og er þar í svona grænu teymi. Mér langar bara að byrja að þakka fyrir bara mjög góða kynningu. Mér langar að spyrja, þú nefndir að það eru til aðgerðir, loftslagsaðgerðir sem að einnig stuðla að líffræðilegum fjölbreytileika. Ertu með einhver góð dæmi fyrir utan kannski þessu helstu dæmi sem við þekkjum almenningur sem er minni neysla og bara minni notkun á einkabíl og svona. Ertu með einhver önnur dæmi til að deila með okkur? Já, við vitum auðvitað að til að draga úr útblási gróðurhúsalofttegunda þarf að minnka neyslu á eldsneyti og þá þarf aðra orku, annars slags orku og þar eru náttúrulega Íslendingar með mikla reynslu og nýta sér slíka loftslagsvæna orku, vatnsafl, jarðvarmi. Eins og við bara þekkjum mjög vel allir umræðu hér náttúruvernd á Íslandi, þá hafa þessar framkvæmdir og starfsemi virkjana auðvitað áhrif á náttúru landsins, þar með tala líffræðileg fjölbreytni mismikið, en þar þarf auðvitað að vanda til verka. Og þar hefur þetta ferli eins og rammaáætlun sem er rýnir og líffræðileg fjölbreytni er þar lykil þáttur. En það er alltaf mikilvægt að skoða hvernig við metum þetta. Erum við að meta nægilega vel, erum við að taka tillit til allra forsenda. Varðandi kolefnisbindingu sem er líka mjög mikilvæg loftslagsaðgerð, að þar er líka einnig þekkt að skógrækt sem er öflug bindingaraðgerð, að hún á ekki alls staðar heima við og getur valdið haft neikvæð áhrif á til dæmis mófugla og það þarf að vanda mjög vel til verka hvaða svæði við veljum fyrir skógrækt.
Þannig að þetta svona þessi 2 klassísku dæmi. Og það eru líka ný viðfangsefni eins og varðandi orkuna, við erum með vindorkuna sem er mikill áhugi fyrir, en við höfum svona enn eftir að sjá, höfum ekki reynslu af nýtingu hennar ennþá, en þar auðvitað er bara einfalt mjög veigamikið atriði sem áhrif á fuglalíf, því það er mjög þekkt að vindorka getur haft slæm áhrif og valdið áflugi fugla á vindmylur. Þannig að þetta eru bara svona þessi klassísku dæmi, en þau eru líka fleiri. Takk fyrir. Andrés var búinn að rétta upp hendi, veit ég? Já. Já, hæ, ég heiti Andrés Ingi, ég framkvæmdastjóri Dýraverndarsambands Íslands. Takk fyrst fyrir bara mjög yfirgripsmikla kynningu á mjög stóru og miklu verkefni. Þetta er ekkert smottir í. Það er alveg skiljanlegt að markmiðin sem eru sett í samningnum séu whole of government og whole of society, því að þetta er risavaxið. Það er svona slæman svolítið hvað stýrihópurinn er einsleitur, hann nær utan whole of government, en whole of society er ekki alveg til staðar. Ég sakna sérstaklega félagasamtaka og ég sakna rosalega fulltrúa ungs fólks sem kveðið á í Kunming Montreal að eiga sæti við borðið. Þannig að mig langar að spyrja hvernig stendur á þessu. Og svo tók ég eftir því í kynningunni, ég held að hafi aldrei verið minnst á félagasamtök. Það var ekki minnst á þau sérstaklega þegar samráðsgáttin var nefnd, þar voru almenningur og stofnanir. Það var ekki nefnt í tengslum við stöðutökuna, þar voru bara stofnanir sem var leitað til. Og þessir fundir sem eru fyrirhugaðir, ef ég skilja þetta rétt, þá eru þetta almenni fundir fyrir almenning sem er mikilvægt að eiga, en væri ekki svona í anda þess ramma sem settur utan þetta starf á alþjóðavísu, að alveg eins og sveitarfélögin fá þarna sérstakann fund til að kafa á dýptina í sín áherslumál, að það væri einhver álíka vettfangur fyrir félagasamtök til að við náum einmitt whole of society á bakvið þetta verkefni. Jú, takk fyrir. Þetta er bara mjög góð og brýn ábending sem ég held að við tökum bara mjög alvarlega til skoðunar. Það er alltaf vand með farið að ná til allra í svona ferli og ég get ekki útskýrt hvers vegna stýrihópurinn upphaflega var skipað eins og hann en það var þó lögð áhersla á að ná breiðri skírskotun innan stjórnkerfisins sem nú ekki alltaf, þannig að það var mjög jákvætt. Það er svolítið mismunandi hvernig svona hópar eru skipaðir. Við vonumst þetta til að félagasamtökin taki virkan þátt á þessum almennu samráðsfundum, en ég held að stýrihópurinn taki bara mjög alvarlega til skoðunar hvort og hvernig við getum náð til ykkar sérstaklega og ræðum það. Bara takk fyrir það ábendingu. Og varðandi unga fólki, það er líka atriði sem við mjög mikinn áhuga á að pæla í og við vitum að það hefur verið gert erlendis hjá þjóðum sem hafa verið að vinna sambærilegar stefnur. Og já, við erum svona með bak við eyrað, við erum ekki alveg tilbúin til að segja frá því, en það vonandi dettur inn á lokametrunum einhvers konar samtal við unga fólki, við teljum það mjög mikilvægt. Ekki svo vel. Hæ, Andrés rétti mér hérna mikrofónin, ég heiti Perla og ég er sjálfbærni arkitekt en ég er líka náttúruverndarfulltrúi ungra umhverfissinna, þannig að mjög relevant og eftir félagasamtökum og ungu fólki. Þið náið þarna whole of government en kannski ekki alveg whole of society og ég var að pæla, það er líka kannski bara af því að fólk veit þetta ekki og eins og þú sagði sjálfur að líffræðileg fjölbreytni er kannski ekki komin að dagskrá nógu víða og samningurinn hefur ekki fengið sama sess og loftslagssamningurinn. Ég saknaði smá að fá hérna tölur og stöðuna hvar við stöndum. Þú nefndir réttilega að okkur gengur ekkert sérstaklega vel í hafi og ég ætla bara að leyfa mér að taka tölurnar sem að ég fann allavega í grænbókinni að okkur gengur ágætlega á landi með sirka bá 25% vernda nú þegar hér á Íslandi en við erum ennþá í 0,07% á hafi og þetta er augljóslega mjög sláandi tölur og ég held að ef við þyrfum aðeins að segja þær upphátt þá fengjum við kannski fleiri í lið með okkur. Ég veit að það er verið að vinna í að hækka síðari töluna en það er ekki komið inn í lögin sem komið er þannig að svo best sem ég veit stendur hún enn og þessi 0,07% það þýðir að það eru 2,5 Ísland af flatamáli sem við þurfum að gera verndarsvæðum á næstu 5 árum. Það hefur gengið frekar hægt. Mér langar að spyrja þig Snorri, heldur að verði
breyting á með nýju stofnanafyrirkomulagi. Nú var Umhverfisstofnun, þau hafa ekki verið nógu dugleg að gera verndarsvæði í hafi. Ég hef velti fyrir mig hvort að sé af því að hvort vandamáli liggi þar að með Hafrannsóknastofnun er undir matvælaráðuneyti. Og svona, já, við vorum heppin með ráðherra sem hreintast að vinnu þar. En hvernig heldur þetta nýja fyrirkomulag muni gagnast verndarsvæðum í hafi og já, eru þið með eitthvað plönum kannski stórsókn þar af því við erum afskaplega miklir eftirbátar og langt í land. Já, takk. Takk fyrir, þetta var heilmikið. Til að byrja með varandi og sakna þess að væri svona tölur og stöðumat. Það kannski útskýrist af þessu langa ferli sem þessi vinna er búin að vera í frá því hún hófst. Grannbókin var þetta unnin, þar fór fram þetta stöðumat. Þar var haldinn kynningafundur þar sem voru með erindi auðvitað fennir yfir fljóti við þetta árin líða. En við vildum leggja áherslu á að það hefði verið mjög áhugavert svo sannarlega að endurtaka einhvers konar kynning það en það hafði þurft meiri tíma og vildum frekar svona einblína á hvar stýrihópurinn núna er að fókusera á við að skerpa línurnar í stefnunni. Varandi stofnanirnar, það er rétt að það er ýmsar töluverðar breytingar að verða á svona sem lykilstofnunum. Í því felast að mínum mati mjög mikil tækifæri fyrir nýjar áherslur, meira samstarf og ég veit að það er mikill hugur í þessum stofnunum. Ég hef starfað á einni þeirra sem gekk líka undir breytingar. Þannig að það er ekkert nema tækifæri og ég trúa því að það sé auðveldar einmitt með nýjum stofnunum að finna slíku farveg. Verndarsvæði hafi er búin að vera lengi snúið viðfangsefni fyrir okkur, það er bara ótt að segja það. Það eru, hafið er gríðarstórt, við þekkjum margt mjög vel og margt síður, það er bara fræðilega nálgun að því að skilgreina hvað við viljum vernda er ekkert svo augljós alltaf. Það er ýmis fyrirbæri í hafinu sem við þekkjum vel en svona þessi heildstæða sýn, þar eigum enn svolítið langt í land með að átta okkur á hvað er mikilvægast að stíga skref. En það er búið, eins og ég myndist á erindinu áðan, fara fram mikilvæg vinna nýlega í matvælaráðuneytinu fyrrverandi, en það þarf að gera meira, það þarf að fylgja henni eftir, það þarf líka að skoða betur hvernig beiting náttúruverndarlagana sem hefur lítið verið beitt fyrir hafsvæði, hvar við getum stigið stærri skref þar, því það er alveg hárrétt, það er mjög langt í land þar og við þurfum að gera miklu betur og stýrihópurinn mun benda á þetta. Ég get alveg lofað því hvernig við síðan leggjum til að fara verið þá vegferð eftir að koma í ljós. Takk fyrir. Kannski fæ bæta við með bara fræðslu og menntun bara að segja líka að það er ekki hægt að læra haffræði á Íslandi. Ég held að það væri, ef það er einhver hér sem er að vinna í menntageira og Snorri var að tala fræðslu, þá væri það allavega haffræði á öllum skólastigum er hægt. Við lærum landafræði og jarðfræði. Já, Andri Skúlason heiti ég hjá Landvernd. Mér langar til að spyrja hvernig hyggst stýrihópurinn takast á við að greina hvað eru ágengar framandi tegundir. Er það ekki stórt og mikið viðfangsefni? Eru þetta mikil átök þetta, ekki síst það kemur á skógrækt og öðrum slíkum greinum? Í annars stað langum til að spyrja það sem þetta er náttúrulega gríðarlega mikil áskorun sem að er að fást við og brýn. Mun stýrihópurinn jafnvel horfa til núverandi náttúruverndarlaga þegar er verið að uppfæra líffræðilega fjölbreytni og hvort að náttúruverndarlögin styðji við þær aðgerðir sem að þið vilja ráðast í og hvort stýrihópurinn muni gera mögulega tillögur að styrkja náttúruverndarlögin á grunni þess. Þetta var nógu skýrt. Já, takk fyrir. Hlutverk stýrihópsins er auðvitað að móta þessa heildarsýn, þessa stefnu og benda á lykilverkefni sem þarf að fara í. Og í rauninni þessi tvö dæmi sem nefnir eru kannski þá frekar lykilverkefni sem stýrihópurinn mun væntanlega benda á ef hann telur þess þörf að sé farið í.
Stýrihópurinn sjálfur ekki að fara að leggja mat á hvort framandi tegundir séu ágengar. Hins vegar mjög skýrt að það verkefni sem mjög nauðsynlegt að fara í. Það vísindalegt verkefni sem byggist á alls konar upplýsingum sem við höfum í mörgum tilfellum ekki endilega til staðar. Þannig að það, eins og kom fram áðan, það skýrt og stýrihópurinn mjög sammála það að framandi ágengar tegundir í viðfangsefni í heild sinni sem þarf að taka með föstum tökum. Til þess þarf að stíga ýmis skref til að tryggja að sú vinna sé sett í forgang og fari fram og á skýran og skilmerkilegan hátt. Meðal annars þetta verkefni að fá þá hreint ef hægt ef upplýsingar eru til staðar hvaða tegundir falla undir sem framandi ágengar. Það stundum ekki einu sinni auðvelt að svara hvort það séu framandi, hvort það komu af sjálfum sér eða mannavöldum. Mikið af þessum tegundum í hafi til dæmis þess eðlis að það ekkert alltaf alveg auðvelt að svara því. Og sama á við varðandi náttúruverndarlögin, fólk í stýrihópnum þekkir þetta þau vel og það ekkert útilokað að það verði einhver einstök tilmæli að skoða eitthvað tiltekin atriði. Það sérstaklega, en svona heildstæð kannski endurskoðun náttúruverndarlögunum nú kannski ef að það verður lagt til að rýna í heild sinni hvernig þau eru að ná til stefnað árangri varðandi líffræðilega fjölbreytni, þá það verkefni sem við myndum skilgreina að vera farið í stað. Við eigum bara aðeins eftir að skoða betur, svo ég tali nú bara hreint út, en bara mjög góð ábending. Já, ég heiti Haukur Eggertsson. Ég ætlaði svona að spyrja út í hvort að við séum alveg á réttu stað með hugtakanotkun. Þess að með hvort að það sé eitthvað pínlítið orwellískt í þessari orðræðu. Þegar við tölum okkur mannfólkið, þá þegar við tölum fjölbreytileikann, að þá tölum við það við aukum fjölbreytileika með því að það komi inn fólk frá framandi menningarheimum með pínlítið öðruvísi DNA en við hinn. En þegar við erum að tala fjölbreytileikann hérna í líffræðinni, þá erum við svolítið á svona rasískari nótum ef að ég nota svona gildislægt orð. Og það sem að mér sýnist það sem við erum reyna að gera svo ég noti kannski nákvæmari, það sem ég vil meina sé kannski nákvæmara, verndun staðbundinna vistkerfa. En ekki endilega að reyna að ýta undir einhvers konar fjölbreytileika. Bara sem dæmi, nú eru kanínur í Öskjuhlíðinni, þá líffræðilegu fjölbreytileiki á Íslandi meiri en hann var áður en kanínurnar komu. Það fer svolítið eftir því hvort að þessar kanínur hafa rutt einhverjum öðrum lífverum í burtu. Þessi svartsekkur orðinn meiri fjölbreytilegu líffræðileiki eða kemur það bara í ljós seinna þegar kemur í ljós hvort að hann ryður út öðrum tegundum. Þannig að ég bara svona, svo ég spurði, eru örugglega að nota rétta hugtakið, ekki það sem við erum reyna að stefna að, það sem við getum kallað verndun staðbundinna vistkerfa? Takk fyrir. Þetta bara, það mjög mikilvægt að einmitt rýna allt út frá ýmsum sjónarhornum og pæla í hugtökum. Það bara mjög nauðsynlegt að festast ekki í einhverju ákveðni línu ef að það ástæða til að skoða frá öðrum hliðum. Framandi tegundir sem verða ágengar, þessar tegundir sem við vitum að maðurinn að flytja með sér, því að við erum jú að aðeins taka mannin út úr samhengi og skoða áhrif hans á náttúruna og reyna að draga úr því að þau hafi neikvæðar afleiðingar. Og ein slík aðgerð að flytja tegundir til frá þeim sínum upprunalegu útbreiðslusvæðum þar sem þær hafa í mjög langan tíma, jafnvel þúsundir milljónir ára, aðlagast og þróast ákveðnum aðstæðum og verið í tiltölulega jafnvægi við aðra tegundir og í þeim vistkerfum sem þar eru, auðvitað getur ýmislegt gengið á og breytingar gerst út af náttúruhamförum og fleiru. En það þessi hraði á því hvernig maðurinn hefur áhrif og til dæmis að flytja eina tegund frá einum enda jarðkringlunnar yfir á hinn náttúrulega mjög drastísk breyting. Þetta mjög ólíklegt til að hafa gerst í alvörunni. Og þess vegna hefur þetta verið skilgreint sem möguleg ógn og sem raunveruleg ógn í einhverjum tilfellum. Og við verðum að taka það alvarlega, það bara alþjóðlega viðurkennt. En síðan þetta ekki svart-hvítt. Þessar tegundir haga sér misjafnlega og það sem þær eru að hafa áhrif á misviðkvæmt.
það er ekki allt einhver lítt snortin vistkerfi þar sem við erum að reyna að varðveita eitthvað mjög fágætt og sérstakt. Í slíkum aðstæðum er mjög brýnt að reyna að hafa heimil á framandi tegundum sem geta haft neikvæð áhrif. En til dæmis í manngerðu umhverfi inn í borgum og svoleiðis, þar sem eru þetta alls konar tegundir að finna mikið að innfluttu og margt að því er ekkert að dreifa sér neitt út eða býr til einhvers konar mannmótuð eða manngerð vistkerfi. Þar þurfum við ekki að hafa eins miklar ágjörð í nákvæmlega þar og þar. Þannig að þetta þarf að taka þetta til skoðunar í hverju samhengi fyrir sig. Þetta er ekki svona svart-hvítt. Það bara þarf mjög að varast það. Við vitum líka að við erum þegar komin á það stað að við munum ekki geta stjórnað algjörlega komu og innflutningi og útbreiðslu á mörgum framandi tegundum. En við þurfum að geta átt okkur á því hverjar af þeim eru mögulega að hafa neikvæð áhrif á hluti sem við viljum varðveita og vera í stakk búin til að koma í veg fyrir það eða draga úr því eins og hægt er. Þannig að þarna þurfum við bara að vera raunsæ og átt okkur á að hvað er mikilvægt að fara í aðgerð og hvað ekki. En auðvitað raunveruleikinn flækir oft notkun hugtaka því að margir vilja líta á hugtök sem einhvern heilagan sannleika og eitthvað annað. Við verðum auðvitað átt okkur á því að það getur verið á ýmsa hátt sem við skiljum og beitum hugtökum. Ég vona að við svara einhverju. Takk. Já, sæl. Ég heiti Hólmfríður og kem frá Fuglavernd og ég vil byrja á því að þakka þið kærlega fyrir að minnast á það og að villidýralögin, það þarf að endurskoða þau og mjög fljótt. Annað sem að ég kannski er að taka undir hérna með Andrisi er að ég einmitt tók eftir því að það vantaði dálítið félagasamtök inn í þessar umræður og ég hefði kannski viljað sjá hvatningu frá þessari nefnd til okkar félagasamtaka að taka þátt í að breiða út boðskapinn því að þetta er þvílíkt. Þetta er bara mál málana. En ég var að spá í hvort það hefði ekki mætt bæta við svarið hérna við endurheimt votlendis, við loftslagsaðgerða svarið, þú tiltókst 3 atriði við hérna til Rannís, hefði ekki mátt bæta við endurheimt votlendis sem loftslags, þetta er eiginlega spurning. Jú, svo sannarlega. Ég held að ég hef nú sagt endurheimt, ég kannski minnst ekki á votlendis sérstaklega en þar þetta endurheimt votlendis lykil aðgerð til að minnka úr draga úr þeirri losun sem úr framræstu votlendi, svo sannarlega. Varandi félagasamtökin aftur bara virkilega góð ábending, en ég vil líka taka það fram að þegar þessi stefna kemur fram og þá þetta tækifæri til að koma með viðbrögð, þá þetta ekkert máli búið, þá við rétt að byrja og þá sérstaklega mikilvægt að hafa alla með og þegar kemur að nauðsynlegum aðgerðum varðandi fræðslu, að breiða út boðorðið, tryggja, breiða þáttöku allara, þar eru félagasamtök sem og svo fjölmargir aðrir, stofnanir, fyrirtæki, öflugir einstaklingar skipta gríðarlega miklu máli. Því að við erum fámenn hérna á Íslandi og við þurfum liðstyrk allara. Þannig að við bara fögnum því að félagasamtök vilja vera virkari þátttakendur því það bara skiptir okkur mjög miklu máli. Já, ég heiti Borghildur og ég starfa í menntateymi landverndar. Bara stutt spurning, mér langar að spyrja þig hérna hver þú telur vera bestu leiðina til að tryggja að það verði ekki fórnarskipti á milli þess annars vegar að vernda lífbreytileika á Íslandi og frekari orkuöflunar. Já, ég kannski minntist aðeins á þetta áðan í svarinu til, man ekki alveg hver það var sem spurði. Þetta auðvitað bara eitt af þessum lykilatriðum sem þarf að taka afstöðu til og okkar mati má sessin vera þeim meiri. Fórnarskipti er einhver leyti ákveðin raunveruleiki sem við þurfum að horfast í augu við, en hvernig og hvaða fórnarskipti skiptir máli og þau mega ekki vera allsráðandi.
það má ekki alltaf vera tilfellið. Í einhverjum tilfellum er það óumflýjanlegt. Við sem samfélag þurfum auðvitað að gera ýmislegt, en að við vöndum okkur hvernig við ákveðum hvar og hvernig þessir hlutir eru gerðir skiptir mestu máli. Og að jafnvægið sé til staðar, þannig að líffræðileg fjölbreytni og velferð hennar til framtíðar, að það sé alltaf hugað að henni, en ekki bara í orði heldur líka á borði, og að það skili sér til jafns við mögulega ófrjávíkjanlegar atburðir þar sem einhver neikvæð áhrif verða, að við séum þá með mótvægis aðgerðir og jákvæðar aðgerðir til að styrkja líffræðilega fjölbreytni til jafns við þetta. Og það er auðvitað eitthvað sem þarf líka að sinna og skipuleggja og framkvæma. Þannig að já, þetta er þetta jafnvægis held ég sem er mikilvægast. En síðan eru líka lausnir sem eru hjálpa okkur til að leysa fleiri en eitt vandamál, og það eru kannski þær lausnir sem við eigum að setja í forgang. Það eru kannski ekki alltaf að vera auðveldustu, en við þurfum að setja þær í forgang. Geturðu nefnt dæmi? Já, í rauninni eru þessar náttúrumiðuðu lausnir geta verið mjög gagnlegar. Endurheimt votlendis, hún er að hjálpa okkur ekki bara til að minnka losun, heldur líka að endurheimta búsvæði sem hafa rýrnað. Þannig að þetta er bara mjög einfalt dæmi, en það eru til fleiri flóknari dæmi líka. Takk. Snorri, ég heiti Rafn og ég starfa í matvælaráðuneytinu og búin að vera í loftslagsmálunum í nokkur ár, þar sem við erum með þannan mælikvarða, koldíoxíð ígildi, sem einhvern veginn einfaldar þetta umræðu. Mér hefur þótt svona, og ég hef séð að Evrópusambandið er með þennan Common Bird Index til þess að mæla líffræðilegan fjölbreytileika. Ég velti því fyrir mér hvar stöndum við í viðleitni okkar til að finna koldíoxíð ígildi lífríkismála. Þetta er pínulítið fíllinn í herbygginu, því að málefni líffræðileg fjölbreytni eru þess eðlis að það er ekki einhver einn mælikvarði sem getur bara útskýrt allt og við getum nýtt okkur til að fylgjast með hvort eitthvað sé að fara í rétta átt. Tegundafjöldi til dæmis er bara alls ekki rétti mælikvarðinn. Í einhverju samhengi getur hann vera það, en alls ekki heilt yfir. Þannig við þurfum að vera átt okkur á, við þurfum ýmsa mælikvarða. Það flækist þeirra, því við þurfum að geta útbúið þessa mælikvarða, safna þeim upplýsingar sem þarf til að geta nýtt á, fylgt þeim eftir, þannig að þetta myndist einhvers konar tímalína. Þannig það er alveg skýrt að rannsóknir og vöktun eru lykilatriði til að myndi geta mælt árangur. En það eru alls konar fordæmi, það eru ýmsir mælikvarðar sem við höfum nú þegar, sem eru notaðir annars staðar og við getum sett á laggirnar hér. Válistar eru til dæmis góðir mælikvarðar um stöðu einstakra tegunda, en þá þarf að uppfæra til að upplýsingarnir séu réttar. Útbreiðsla ákveðinna vistgerða eða vistkerfa, líka hvað sem hægt er að mæla til að sjá hvort það sé vera samdráttur eða einhverjar breytingar. Það er ýmislegt svona sem þarf að tína til. En við þurfum líka að vera klóka átt okkur á, við getum ekki mælt allt og sumir mælikvarðar eru heppilegir til að gefa okkur betri heildarsýn. Þú nefnir Common Bird Index sem er þessi stóri fuglamælikvarði. Fuglar eru oft taldir vera bara mjög góður vísir að ástandi lífríkisins í heilsinni og þeir eru svona mörguleyti tiltölulega þægilegir að mæla og við hérna í Íslandi búum yfir bara góðri þekkingu mjög marga fugla. Hún getur verið betri og það þarf að tryggja að hún haldist góð. Þannig að við höfum alveg alls konar leiðir, en þetta er samt mjög mikilvægur punktur að líka að þetta gera það verkum að það verður aðeins flóknar að útskýra af hverju við erum að mæla alla þessa mismunandi hluti og hvernig þeir saman skipta máli til að segja okkur einhver heildarskilaboð. Og það er stórt viðfangsefni líka sem verður mjög mikilvægt þegar þessi stefna verður til að skilgreina hverju eru þessi lykilmælikvarðar til að mæla árangur okkar. Og það mun taka tíma að koma þeim á koppinu, við verðum bara orðstöðu við það. En það þurfa að vera bara mjög praktísk og úrræðagóð. Já.
takk fyrir góðan fund. Sveinn heiti ég. Þið talið að stýrihópurinn, hann gerir þetta og hann gerir hitt, en hann verður leystur upp núna 1. júní. Hvert framhaldið? Hver tekur boltan? Já, það bara aðal spurningin. Það verður auðvitað einhver að taka boltan og stefnan, hún auðvitað, þetta stefna stjórnarráðsins. Stjórnvöld munu samþykkja þessa stefnu, vonandi sem allra fyrst, og þá er það auðvitað ábyrgð stjórnvald að fylgja eftir því sem í stefnunni en það er ljóst að mjög margir munum þurfa að koma sögu til að ná árangri, því að aðgerðirnar og verkefnin bara þess eðlis að það þarf þessa breiðu þáttöku. Þannig að það þarf að tryggja að það gangi eftir. Þannig að eins og ég nefndi áðan þegar ég talaði stjórnun málaflokksins, eitt af því sem við stýrihópurinn mun leggja einhverja tillögur er hvernig svona skipulaginu á eftirfylgdinni verður háttað. Það bara mjög mikilvægt að það sé gert. Þannig að já, það mun koma tillögur hvernig þessu verður fylgt eftir. Það bara mjög mikilvægt að það sé gert, að sjálfsögðu. Fleiri spurningar? Já, takk fyrir gott erindi, Snorri. Ragnhildur heiti ég Guðmundsdóttir og starfa hjá Náttúruminjasafni Íslands. Það kom fram hjá máli ráðherra og hjá þér líka áðan að Ísland ætlar að vera aðili af IPBES, sem mjög gleðilegt, tel ég. Eitthvað búið að útfæra hvernig þessi vinna verður, hvernig okkar aðkoma verður að IPBES? Ég eitthvað að hugsa, eru þið að líta til Norðurlandana og þá kannski til frænda okkar í Danmörku? Hvernig þeir gera hlutina, þar sem að IPBES-nefndin með starfsmann sem sér hreinlega að þýða og staðfæra fyrir Danmörku allt efni sem kemur frá IPBES líffræðilega fjölbreytni, það semst að því að IPBES náttúrulega að gefa út þessar miklu skýrslur með öllum sem miklu og góðu upplýsingum stöðu mála í heiminum. Það eitthvað sem að fara að gerast og þá kannski á að fara að setja meiri pening í þannan málaflokk? Sem kannski stóra spurningin líka og ég spennt að vita. Takk. Varðandi IPBES þá var þetta bara að gerast. Þannig að ég gerir ráð fyrir að ráðherra og hans fólk í ráðuneytinu muni þá núna fara í að skoða hvernig þetta verður útfært. Það þarf að tilnefna einhvern fulltrúa væntanlega sem allavega tengilegur og þáttakandi í svona þessu nauðsynlega grunnstarfi gerir ráð fyrir. En einmitt það sem mest spennandi við hennar vettvanga, allavega mínu mati, er aðkoma þá sérfræðinga inn í hinni ýmsu verkefni. Þannig að ég ger ráð fyrir að það verði mun auðveldar að sækja í slíkt eftir að við erum orðin formulegur aðili. En þetta bara eftir að skoðast, þannig að já, það er svo snemmt og ég sjálfur kannski ekki alveg inn í nákvæmlega hver staðan af því ég inn í ráðuneytinu. En þetta var bara að gerast. Fjármögnun auðvitað lykilatriði, það vita það allir og það verður. Það auðvitað eitthvað sem stýrihópurinn mun þurfa að taka afstöðu til þegar það liggja fyrir tillögur hópsins hvað verður raunhæft að setja fram sem aðgerðir á þessu stigi málsins. Það er bara að horfast í augu við það alltaf í allir stefnumótunum, öll málefni að það ekki óskað staða að vera með langan lista af verkefnum sem ekki farið í að framkvæma. Þannig að það þarf raunsæs gleraugu þar, hvort að stýrihópurinn verði fáið að setja þau á sig örugglega einhver leyti, en það mun síðan auðvitað fylgi kjölfarið, en grundvallaratriði, það alveg skýrt. Það verður að vera fjármögnun til að fara í aðgerðir sem til staðar. En stýrihópurinn leggur líka áherslu á að tína til aðgerðir sem nú þegar hafa verið tilgreindar í öðru samhengi, því að það eru mjög margar aðgerðir í öðrum stefnum eins og ég minntist hérna á áðan sem eru bara hreinlega gætu bara verið tekna beint yfir í þessa stefnu eða eru bara með mjög skýra tengingu. Margar af þeim aðgerðum hafa verið fjármagnar, eru jafnvel hafnar og í góðum farvegi, þannig að við erum ekki alveg á núllpunkti sem betur fer. Og bara skynsamlegt að einblína mitt á verkefni sem þegar eru farin af stað til að byrja með og byggja svo ofan á það. En það eru ákveðin grundvallar viðfangsefni sem við vitum og við munum leggja til að séu setta strax af stað sem eru ekki komin á stað ennþá. Þannig að þetta verður eitthvað svona blanda af þessu sem stýrihópurinn mun leggja til. Já.
Góðan daginn og takk fyrir þetta góða erindi. Mér langaði bara að fylgja eftir spurningu framhaldið á þessu að þegar að stefna komin fyrir Ísland að þá ber Íslandi að gefa skýrslu til sameiningsins og fyrsta skýrsla framkvæmd þessara stefnu á að vera tilbúin eftir ár og skilast til samningsins eftir 1 ár. Og síðan eigum við að gefa aðra skýrslu framkvæmdina og það árið 2029. Þannig að samningurinn geti tekið saman árangurinn af framkvæmd einstakra ríkja til þess að meta heildaráhrifin á heimsvísu. Bara til þess og þá kannski mikilvægt að félagasamtök og almenningur og þeir sem taka þátt í og koma að stefnunni að þeir geti þá komið með input inn í þessa, bæði starfið, framkvæmdina og þessa skýrslugjöf. Takk fyrir. Takk Sigurður, það alveg hárrétt. Það krafa á okkur sem aðilar að samningi Sameinuðu þjóðanna að skila upplýsingum árangur, innleiðingar stefnu og strax á næsta árið 26 verður skýrsla gefin út og hvað við verum tilbúin til að segja frá það á auðvitað partur komið ljós og það auðvitað verkefni sem umhverfis orku og loftslagsráðuneyti mun leiða að sú skýrslugjöf gerir ráð fyrir. En 2029 höfum við vonandi frá mun fleiri að segja. Enda nauðsynlegt að fara í ýmsar mikilvægar aðgerðir. Einhverjar fleiri spurningar, tíminn nú farin frá hjá okkur, kannski einu viðbót. Hólmfríður, ég sá að þú varst búin rétt upp henn. Já, takk fyrir. Ég heiti Hólmfríður Bjarnadóttir og ég er forstöðumaður nýrra deildar hjá Vegagerðinni sem heitir umhverfi og sjálfbærni og það verið að taka grættistak í þessum málum. Bara takk fyrir fagnarsari vinnu sjálfsögðu og takk fyrir góða kynningu. Ég tek undir mikilvægi þess að samþætting stjórnkerfisins og þá ég að huga að í aðgerðaáætluninni verði þetta tekið alveg að verklagi, til dæmis ef það röskun á votlendir óhjákvæmileg. Að það sé mögulegt að endurheimta, að séu tilgreidd svæði, að séu aðgengileg svæði þar sem hægt að bæta fyrir og að stofnanirnar í aðgerðaáætluninni sé unni að þessu líka, að stofnanir sé að tryggja þetta fyrir bæði stofnanir og að sjálfsögðu aðra framkvæmdara aðila sem eru framkvæmdarmeðar. Já, þetta bara mjög góð ábending. Svona tillögur bætt verklag við ýmis atriði einmitt eitthvað sem getur vel átt heima inn í aðgerðaáætlun. Það þá ekki útfært nákvæmlega í stefnunni eða aðgerðaáætlunni heldur lagt til að það sé gert og einmitt þetta bara mjög mikilvæg punktur. Það oft talað mótvægisaðgerðir en síðan þegar kemur að sjálfur framkvæmdinni stundum óljóst hvernig á að halda utan það og hverju að koma að því. Þannig að það eru svona alls konar atriði sem við vitum að við getum bætt ferla hjá okkur og það þarf ekki endilega að vera eitthvað svakalega dýrt en þetta eitthvað sem þarf að leggjast yfir og útfæra. Heiði, ég held að við sláum bátnið þetta núna, bara kæra þakki fyrir góða þáttöku og mikið af spurningum og ég vona að ég náði að svara þeim vel og bara þakka kærlega fyrir mig.